Pálshús í Ólafsfirði setur sterkan svip á miðbæinn. Undanfarin misseri hefur verið unnið að miklum endurbótum hússins sem ætlað að vera safna- og fræðasetur. Elsti hluti hússins var reistur 1892 og í því að finna mikla og sterka sögu. Páll, sem húsið kennt við, var einn aðal hvatamaðurinn að útgerðamálum í Ólafsfirði. Það styttist sem sagt í að endurbótum verði lokið og í Pálshúsi verða sýningar. Pálshús verður í kjölfarið miðdepillinn í bænum með sterkt aðdráttarafl. Við höfum verið að endurbæta þetta núna í 3 ár það bil og opnaði hérna sýninguna sem sést hérna 2017 og síðan erum við að fara að opna hér sýningum Ólafsfjarðarvatn sem mjög merkilegt og svo allt á næsta ári þá ætlum við að opna öðruðina 2020 þegar Ólafsfjarðarkaupstaður verður 75 ára. Þetta verður ansi fjölbreytti safn og margt að skoða. Já, það verður það. Ef það fer fram sem við horfum, þá verður það mjög merkilegt. Við ætlum að setja upp skíðaminjasafn. Við ætlum að setja á efri hæðina, ætlum að setja upp Ólafsfjarðarstofu. Við ætlum ekki verið með mikið rokkum og öðrum þvílíku. Þannig að við ætlum að segja fyrst og fremst sögu, útgerðarsögu og sögu Ólafsfjarðar. Þetta hús hérna, þetta verður nánast bara svona miðdepillinn í Ólafsfirði, getum við sagt það ekki? Já, þetta verður eiginlega, já það verður það má segja það. Við ætlum til dæmis núna í vor, þá erum við að byrja að klæða það utan, rífa af járnklæðninguna og setja timbuklæðningu og þá náttúrulega breytir algjörlegum svip. Verður mjög fallegt. En bara undanfarin ár og misseri ykkar handtök hérna, þau eru nú nokkur. Já, þau eru ansi mörg. Lengi vel var ég hérna nánast einn, en eftir að Þorsteinn kom í spilið þá höfum við verið mest hérna tveir og hann mest hérna núna seinni hlutan, vegna því ég var í veikindaorlofi frá honum tíma, en ég held að segi það ekkert ofsögum sagt að við höfum lagt nokkuð drjúgan skerf að þessu safni. Svona, það sem að komið hvernig finnst ykkur til hafa tekist? Já, bara mjög vel. Þetta hönnun þessu, finnst mér alveg frábær. Þeir eru hönnuð hjá okkur Þóran Blöndal og Finnur Arnar og þeir eru alveg frábærir í þessu. Ólafsfirðingar búa svo vel að eiga gott fugla- og eggjasafn og verður í framtíðinni í Pálshúsi. Þetta mjög veglegt. Allir íslenski fuglar eru núna og komnir og það eru bara fuglarnir sem eru nýfarnir að setjast á Íslandi sem ekki eru hérna inni. Þannig að það ýmislegt að skoða? Já, ég hvet bara fólk til að koma að skoða. Við ætlum að opna núna 18. maí hérna Ólafsfjarðarvatnið og þá verður meðal hans Kristir Hrafnsson með listasýningu hérna í sýningarsalnum sem hérna uppi. Þannig að það verður mjög margt að sjá. Ólafsfjarðarvatn einstakt. Það að það flæðir inn sjór á Stórstreymi, þá flæðir sjór inn og það lagskipt. Neðra borðið sjór og síðan flýtur ferskvatn ofan á og það veiðast í þessu vatni sjávarfiskar. Nánast allar tegundir, síld, makríll og þorskur, koli og allar þessar fisktegundir hafa veiðst í vatninu. Eins og fyrr segir verður Pálshúsið að fullu tilbúið vorið 2020 á 75 ára afmælisdegi Ólafsfjarðar og ísbjörninn stendur alltaf vaktina í Pálshúsi. Þeir félagar Björn Þór og Þorsteinn eru sannfærðir að Pálshús dragi til sín marga gesti í framtíðinni, svo sem erlenda ferðamenn. Já, mjög mikið. Þeir gerðu það meira sem þetta var upp á loftinu í Arjónbanka. Þá kom stór hluti af þeim sem þangað komum voru bara útlendingar. En hvað með alla þessa vinnu sem hefur verið innti hérna að hendi, þetta sjálfboðaliða vinna? Þetta allt sjálfboðin vinna og hjá þeim sem hafa komið að það var geysileg vinna þetta 2017 ári við opnum þetta safn og síðan hefur aðeins verið svona rólegri, við verið bara 2 nánast núna á síðasta ári og vantar svona frekar handtök við þetta en svo hafa verktakar líka verið mjög aktífir að gefa okkur afslátt, þeir hafa vunnið mjög vel fyrir okkur. Þú ert skíðakappi mikill Björn Þór. Þetta svona svipað eins og í bara 30 km skíðagöngu? Það að klára gönguna alla til enda? Já, ég var skíðakappi, ég er hann kannski ekki lengur, en hérna já, það var að leggja af stað og klára þetta. Það engin vafi á því. Það gerum við. Fólk farið að reka inn nefið og farið að eftirvænting í loftinu?
Já, mér finnst það svona aðeins vera að vakna núna, sko. Alltaf þegar eitthvað er að gerast þá kemur aðeins svona eftirvænting og mér finnst það svona. Við erum að fá svona meiri aðstoð núna. Kvenfélagið hefur verið að koma að mála timbri sem á að koma utan á, Rótari líka. Þannig að það er svona aðeins í áttina. En hefur þetta ekki verið bara stórskemmtilegt? Mjög skemmtilegt. Ég vil ekki vilja, á gamalsaldri hefði ekki vilja missa þessu. En ég hef haldið út í dagbók þetta sem er hollvinir Pálshús og þar er mikið að myndum og sjást nokkuð vel hvernig þróunin hefur verið og hvað við höfum verið að gera. Svona í ykkar huga merkilegustu gripirnir sem að verða á safninu? Ég veit það ekki hvað er merkilegt. Það er margt merkilegt, til dæmis eins og bara þessi skipasaga hans Magnúsar Gamalíðarsonar og við fáum að hafa þau skip hérna. Svo náttúrulega ætlum við að setja upp skíðasafn og það getur nokkuð merkilegt. Við höfum jú átt besta skíðamann landsins og stárum okkur af því. Já, skíðasaga Ólafsfjarðar er náttúrulega alveg frábær og er svolítið svona vanmetin held ég. Við höfum átt svo marga góða skíðamenn og frá fyrir tíma líka, sko. Þannig að það er vanmetin saga. Er komið nafn á safnið? Nei, þetta er nú oft nefnt bara Pálshús, safnahúsi Pálshús. Það er nefnt það eftir Páli Bergssyni.